Já, með markalaust jafntefli niðurstaðan á Samsung-vellinum í kvöld. Svona, hvernig meturðu þennan leik? Bara baráttuleikur, erfiður leikur. Skorum færri mörk á vellum og fengum færri stig en það er stundum þannig. Það er ekki við erum búin að vinna margir leiki í röð og nú var stoppað það en við bara þurfum að meta það hvað við gerum vel í þessum leik og hvað við gerum illa og reyna að bæta okkur. Reynum að sækja 3 stig í næsta leik. Þetta var erfiður leikur, FH gerði okkur erfitt fyrir og náðum ekki alveg að brjóta honum nægilega vel niður. Þannig að við erum aðeins að skoða hvað veldur og hvað við getum gert betur. Þetta búin að vinna 6 leiki í röð og verið á mikilli siglingu. Kannski dreifði til tíðinda FH kominga á sæki jafntefli. Hvað vantaði upp á hjá ykkur, fannst þér? Sko, mér fannst við ekki skapa okkur nægilega afgerandi færi. Mér fannst ekki nægilega gott flot í spilun okkar og ég veit ekki hvort það hafi verið of mikið óðagott hjá okkur. Það er aðeins að horfa leikinn aftur og meta en svona, ég veit ekki. Fannst vanta einhvern veginn aðeins herslumuninn hjá okkur. Það maður eiginlega bara að horfa leikinn aftur og meta hvar það var, hvar drepur niður sem við þurfum að bæta okkur. En við höldum áfram á okkar vegferð og fáum 1 stig, tökum það með okkur og vonandi hjálpa það okkur þegar að koma á enda mótsins. Jökull Elísabetsson auðvitað í banni í dag og var ekki á hliðarlínunni. Breytir það einhverju að hafa ekki aðalþjálfara sinn á hliðarlínunni? Það er góð spurning. Kannski hefði við unnið hefði hann verið með. Kannski hefði við tapað hefði hann verið með. Það er erfitt að segja. Við viljum að hafa alla sem við getum með okkur. Við vorum með 2 leikmenn í banni og þjálfara og ef allir eru tiltækir þá er það alltaf betra. En hvort að það hafi verið afgerandi fyrir leikinn veit ég ekki en klárlega vil ég frekar hafa hann á hliðarlínunni heldur upp í stúku. Hann gerir töluvert meira gagn þar þó að kannski fari betur hann í stúkunni, ég veit það ekki. Víkingur, ykkar helsti keppinautur, næsti leikur á ykkur, hvernig leggst það í þið? Mjög vel, það er alltaf skemmtilegi leikir og hefur alltaf verið mikil barátta. Við unnum seinasta leik mótið þeim og munum horfa á hann aftur og sjá hvað við gerum vel og hvar þeirra veikleikar eru. Klárlega erum við að mæta góðu liði og það verður hörkuleikur og það verður ekki síst erfiður leikur fyrir þá eins og okkur og ég bara vona fólk fjölmenni á þann leik og það er toppslagur í lok mótsins. Getum ekki beðið meira, kannski smá sól og verið óskandi en annars verður bara skemmtilega leikur og hvet fólk að mæta og horfa. Í dag var þetta stór leikur fyrir framann bara fulla möll, góð mæting í dag. Þessi úrslitakeppni, hefur einhverja skoðun á þessu formati? Já, það hljóta allir að hafa skoðun á því. Ég sjálfur myndi vilja spila þéttar, hafa aðeins meiri, hafa styttra bilamyndir leikja, halda meira momentum, meiri spennu held ég. Ég væri til í það, kannski 3-4 dagar á milli og spila svolítið þéttar og ég veit ekki, ég held að myndi auka spennu í mótinu og kannski verður ekki komin einhver fimbul vetur þegar við klárum vonandi en þetta er ágætt eins og það en auðvitað alltaf hægt að bæta. Ég held að það myndi bæta við spennu en annars finnst mér þessi úrslitakeppni bara skemmtileg og setur aðeins fút í þetta held ég og bara vonandi verður þetta spennandi fram í lokin og áhorfendur fái svolítið spennandi mót og vonandi endum við á toppnum en þetta er bara mjög skemmtilegt format. Takk fyrir.